Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sveikastið. Svona. Það ánæði núna. Já, ég er mjög ánægður núna. Okay. Já. Þetta var bara pínskriði, ok? Ég þarf kannski að vennist þessu bara. Ég held samt sko líka í þættinum og undan. Mm. Þáttunum og undan. Þættinum undan. Þættinum og undan. Þættinum og undan. Fyrir tveimur þáttum. Já, já. Vá, oh my god. Þá sagði ég líka halló. Aha, Ég held það. já, ok. Já, ok. Já, bara er það þannig. Hver veit, ég nenni ekki að hlusta á hann eftir, sko. Já. Já, skrítið að hlusta á okkur aftur. Já, ég veit að það er rosa eins og það, ég held að hlustjendur kannski gerir sér ekki grein fyrir það hvað er skrítið að klippa. Það er rosa fyndið, sko. Maður þarf einhvern veginn að taka sig alveg út úr þessu. Já, það er mjög skrítið. Það er mjög skrítið. En já, mér langaði áður en við byrjum Ok, að tala um eitt hlut og síðan spyrja þig eina spurningu. ok. Ok, sem sagt, það var nýr töluleikur að koma út sem heitir Kingdom Come Deliverance 2. Já, sem að þú myndist á hana því að þú sagðir að þér langar í PlayStation 5 út af þessum leik. Já, og ég stend við þau orð. Ok. Ég er enn á þeirri skoðan að ég vil PlayStation 5 út af Hogwarts Legacy. Mjög góð ástæða líka. En, Ok. sem sagt, og þetta á við þáttinn nefnilega. Þess vegna er ég væri ekki annars að tala um hann. Ok. Er það sant? Já, mögulega, en allavega. Þú allan að myndist á þetta bara, ég var alveg að sofna og eitthvað, Eli, ég ætla að koma með PlayStation 5. Já, eitthvað, ok, flott í þér. Það er út af þessum leik. Já, bara, ok, flott í þér, góða nótt. Ég þurfti að hendis út í kosmosið, ok? Ekki málið. Allavega, þá Þú líka að finna að því við eigum alls ekki pening fyrir PlayStation 5. Nei, ég veit, þetta er ekkert að fara að gera strax. Nei, ok, ekki málið. Jesus. En þessi leikurinn er nefnilega frekar merkilegur að miklu leyti út af því að hann er talin vera og sérst leikurinn undan vera tveir af svona mest historically accurate töluleikir. Ok. Og þeir eru nefnilega mjög flottir á þann hátt sko að þau sem voru að vinna við þennan leik þau fóru á alla staðina sem er í leiknum og þessir staði voru til Já, já. og mikið af þessum stöðum eru ennþá standandi í dag Gekja. og þetta gerir sér satt í Tékklandi eða Bæheim eins og það var kallað á þeim tíma og gerist 1403. Það er rosa mikið þitt tímabil. Já, miklu meira mitt tímabil heldur en þitt. Já. En já, þú veist, þetta eru miðaldir, skilur. Það Já. eru rittarar og skilur. Og einmitt, ég man eftir þessu sérstaklega þeir voru ekki með stöðning frá einhverju stærra töluleikja framleiðenda. Þannig að þeir fóru á Kickstarter og fengu fjármögnin í gegnum bara fólk sem vildi sjá leikinn. Já, sem fólk sem var í rauninu bara að styrkja þau Já. sjálf. Og þau bara fengu meira en fjármögn Ok. og náðu að búa til leik sem þau voru sátt með en ekki endilega leikinn sem þau vildu gera. Og það því að það þarf bara meira fjármagn til þess að gera betri leik. Já, já. Er það þá það sem þau eru að gera núna með leik nr. 2? Já, akkurat. Og hann er tæknilega miklu betri og flottari þó svo hinn hafi verið mjög flottur. Já. En já, þá eru þeir að gera sem sagt, í rauninni bara miklu meira úr því sem þau ætlaðu að gera. Ok. Og en það er sama saga, er þetta ný saga? Þetta er í rauninni áframhald af sögunni. Ok. Þannig að fyrsti leikurinn, hann er styttri veist, þannig að þó að sé ógeðslega mikið hægt að gera í honum en þá er sagan frekar stutt og gerist á svona frekar litlu svæði. Já. Það gerist í kringum Sassá og Rattay og Talmberg sem eru sem sagt, frekar stóri staðir á þessu svæði. En síðan í leik nr. 2 þá er komið í borg sem heitir Kutnahora í dag, eða Kuttenberg. Ok. Og var mjög mikilvæg viðskiptaborg í Bæheim á þeim tíma. Og einmitt, það er verið að lýsa út af því að hann Sigismund, sem við höfum talað um áður, hann ræðst inn í Bæheim og rænir þáverandi kónginum, Venceslas, sem er mjög fyndin típa, því að hann er sonur Karls, sem var í rauninu bara besti kóngur Bæheims. Karls brúin í Prag er nefnd eftir honum og það er fullt af einhverju dóti. Ok. En já, Venceslas var alls ekki eins og faðir sinn út af því að hann fannst
betra að djamma og sofa lengi. Tengi með að sofa lengi. Já, en hann til dæmis mætti ekki í krýningunum sína. Það sjálfsög. Já. Það er bara statement. Það er bara statement. En já, þannig að einmitt Sigismund kemur og ræðst inn í Bæheim og bara tekur yfir. Ok. En já, og þetta er bara áhugavert og gaman. Ok, en hvert er pointið? Það er einhvern ekkert point, mér langar bara að segja frá þessum leik og þetta er mjög áhugaverð leik. Ok. Ég held að þú er búin að vera í 7 mínútur að segja frá Já, þessum leik. og hvað? Ég var alltaf að búast við ykkur. Nei, það er ekkert þannig, en mér langaði bara út frá því að þessi leikur er kominn, þá langaði mig að spyrja þig. Okay. Er eitthvað tímabil sem þú væri til í að sjá í tölvuleik sem væri mjög svona raunverulegt? Þú veist hvað tímabil það er. Já, fyrir þig. Já. En ég er að, þú veist, væri til í bara byltinguna? Nei. Þú veist, byltingin mætti vera í, en ég væri freka til í lög 14., 15., 16. Í rauninu bara versalir. Já, einmitt. En þú veist, væri þá freka til í, þú veist, lög 14. Það mætti bara vera allir 3, af því að þetta væri þá bara saga versala. Já, en ég er að tala frekar bara svona tímabil. Já, versalir eru tímabilið. Já, við getum ekki tekið, þú veist, við erum að tala bara svona, þú veist, við erum ekki að tala einhverja 200 ára sögu, skilur við. Ákveð ekki. Út af því að það var engin manneska sem lifði 200 ár. Við erum að tala þú veist, kannski já, ég veit það spannar yfir nokkur ár. Það kannski bara deyr karakterinn minn og það kemur nýr í staðinn. Okay. Ég væri ekki ásátt með það. Ok. Hvað? Ég bara fyndi. Það bara væri geggjað, það væri bara versalir. Myndirðu bara vilja versalega, viltu París líka eða? Það má alveg vera París líka því að þú veist, við ferðust til Parísar. En í grunninn er þetta bygging og menning og allt versala. Já, ok. Já. Hvað? Þetta er bara ég á kannski hugsa kannski, þú veist, þetta er 30 ára saga eða eitthvað. Þú ert að tala svona 400 ár. Nei, ok, róm okkur í dramanu. Samt. Þetta er svona 200 ár, tæp. Já, það er mjög langt. Svona 150. Já. Hversu langur á þessu leikur að vera? Og eins lengi og bara hann má helst bara aldrei enda. Hann má bara ég var í góð með að spila þennan leik einungis það sem eftir væri þá. Ég þyrfti ekki annan leik. Nei. Það var líka rosa góð fjárfesting. Hvað búa til ógeðslega raunverulegan tölvuleik svo að ein manneski getur spilað það sem eftir er. En ok, fine, ef ég á að geðjast þér ok þá væri það ég þá mikið þetta rosalega mikið. Já, ég veit. Þá væri þá væri þá í rauninni allt hjónaband lög 16. og Marie Antoinette. Ok. Það stiðst að séu færi frá mér. Ok. Það er manageable. Mun meira heldur en 200 ára saga versala. Ertu að djóka hvað það væri geggjað samt? Það væri geggjað? Já. En hversu langur á þessi leikur að vera? Endalaus. Endalaus. Ég væri bara til, ég væri endalaus. Og ég væri, þú veist, nýræð 100 ára og elliheimilega kláran. Já. Svo myndi ég deyja glöð. Já, ég myndi bara ekki sjá þig aftur greinilega. Nei, ok. Það er slett. Hvaða tímabil myndið þú að ljósta mín? Þú mátt alveg hafa meiri áhuga, sko. Þú ert bara búin að setja inn og rakka niður hugmyndinu mína. Ég er ekki að rakka það niður, mér finnst það geggju hugmynd. Þetta er meira hugsun bara eitthvað svona smá tímabil í staðin fyrir rosa langt. Þú sagði það aldrei í byrjun. Ég sagði tímabil? Já, versalir eru tímabil í sögunni. Já, ég veit, ég var samt ekki alveg að hugsa, þú veist, 200 ára sögu. Vertu þá skýrari með kröfuna einar. Ok, afsakið. Já. Hvert er þitt? Ég var til í mjög raunverulega leik sem gerist í París en sem sagt þegar nasistar eru búin að taka yfir borgina og að maður er að spila sem andspyrnan. Getur verið að þú sért að fá þessa hugmynda því að þú ert að lesa The Nightingale? Nei, ég hef búin að fá þessa hugmynd áður en hún er bara styrkjað þetta. En já. Að þetta er basically
Þetta er basically það sko. Já, Og mér finnst mjög gaman að lesa Nightingale því að þetta er mjög áhugavert allt. ekki spoilin einu svo. Nei, ekki, ég er ekkert spólinu. Það er mjög gaman að heyra lýsingarna af París á stríðsárunum og hvað hún breyttist mikið á þessum tíma og já. Þú veist, ég held að væri rosalega gaman að sjá, þú veist, sögulegar persónur sem voru á þessum tíma. Já. Þú veist, það væri gaman að, þú veist, hafa mission þar sem maður að, þú veist, reyna að fá eitthvað á Coco Chanel eða maður væri að vinna með Josephine Baker. Já, eða De Gaulle. Já, að maður væri að fá eitthvað skeiti frá De Gaulle og, hvað hét hún eftir? Já, maður væri að vinna með Marguerite Duras, Duras, já, hún sem sagt var í andspyrnunni. Já. Mjög flottur rithöfundur frá þessum tíma og bara æðislu rithöfundur, bara yfir við. En já, það væri gaman að, þú veist, vinna með þeim, skilur. Algjörlega. Þú veist, einhverjum svona þekktu fólki á þessum tíma, maður er kannski, þú veist, og þetta væri til í að allur leikurinn væri á frönsku, meira og minna. Eða einmitt að maður myndi leika eitthvað Breta eða eitthvað sem væri að koma sér inn og hjálpa andspyrnunni, en það er samt sem allir áður þá er allir að tala frönsku, þannig að maður verður að skilja frönsku til þess að spila leikinn á ákveðin. Það mun narra 100% spilendur svolítið mikið. 100%, þetta er meira svona nörd og draumur hjá mér sko. Já. En ef maður byrja þetta mál? Já. Þar sem við erum búin með 15 mínútur á blaðri. Já, ég veit. Þetta er mest áhersbyrning. Já, sem varst í korter næstu í að koma. Ok, Jesus Christ. En í dag, kæru hlustundur, erum við stödd í Frakklandi. Besta landi í heimi. Mjög hlutlust mat. Já, mjög. Við erum allavega ekkert tengt þessu. Alls ekki. Nei. En já, þetta er Frakkland á tímum byltingar. Óerðir, uppskerubrestir og afhausanir ráðaríkjum. Og engar ágjur, Jonni er ekki að taka byltinguna fyrir núna. Nei, það er hægt að segja með frekari mikil vissu að þetta var óstöðugasti tími sem Frakkland og jafnvel heimurinn hafði nokkuð tíman séð. Menn þetta náðu til Rússlands fréttinnar. Já, fóru við til Bretlands og bara nefndu það sko. En út frá þessum óstöðuleika að þá rís einn maður úr ösku ancien regime, eða gömlu stjórnarinnar, og reisir lögregluna á næsta stig. Sjálfsæfisagan hans hefur síðan áhrif á alla rithöfunda Frakklands á 19. öldinni. Alexandre Dumas, Victor Hugo og Honoré de Balzac, en það stoppar ekki þar því fleiri rithöfundar vitna í hann, eins og Charles Dickens, Herman Melville og Edgar Allan Poe. Og ég mun fara betur út í það að setna. En ég ætla að segja ykkur frá honum Eugène François Vidocq, maðurinn sem endur uppfinnur lögregluna í Frakklandi. Ekki slæmt fyrir smákrema. Líka því áður þá var þetta, þú veist, það var engin beint lögreglu sveit. Ekki eins og við þekkjum í dag. Það er meira, þú veist, þetta gendarme sem eru meira hermenn heldur en... Já, það voru meira hermenn eða, þú veist, og fyrir það, ég meina bara eins og skiptin á 3 ár. Já. Það var alltaf bara byggt á... Já, það var í rauninni bara löggæslan, sko. Já. Þú veist, þannig að það er, held ég bara á 19. öld, það sem að færa eitthvað svona lögreglu, þannig sé, sko, sem er, þú veist, ekki partur af hernum. Já. Ég er endar, veit það ekki alveg 100%, en allavega með að við allt sem maður hefur lesið og séð, þá er ekkert. En já, hann Eugène François Vidocq fæðist í Arras sem er í norður Frakklandi. Fyrir þau sem er að hlusta sem að tala ekki frönsku, viltu þú segja hvernig þetta er skrifað? Já, A-R-R-A-S og hann fæðist 23. júlí 1775 eftir hans bestu getu. Það er ekki neitt sem er víst þar sem hann fæðist ekki í hástétt. Já. Það sem fyrir það fólk var dánadagurinn í rauninni, það sem oftast er vitað. Já, nefnilega. Og hann einmitt segir sjálfur, hann nefnilega skrifaði sína sjálfsæfisögu, þá segir hann að eftir minni bestu getu. Þannig að hann kunna skrifa? Já. Já. Þannig að hann hefur lært það? Já, seinna mér sko. Já.
og örugglega þegar hann var aðeins yngri sko. En það var, veist, hann var ekki í hástétt en hann var ekki í alveg lágstétt sko. Okay. En hann segir að hann hafi fæðist í húsinu við hliðin á því sem Robespierre fættist í 16 ára maður. Hann var mjög stór í vexti og var mjög sterkur. Það leið ekki á löngu áður en hann gat yfirbuga alla jafnaldra sína, sem hann gerði ítrekað. Hann lenti alltaf í slag og var hreinlega mjög leiðilegur krakki eftir hans eigin lýsingu. Þegar hann var 8 ára þá lýsir hann sig sem hrelli nágrennisins. Hann læri líka skilmast upp úr 8 ára og var orðinn frekar fær 13 ára. Faðir hans tók eftir því að hann var mikið að hanga í kringum hermennina í herbúðunum og hafði miklar áhyggjur af því. Hann átti nefnilega að taka við bakaríi föður síns þegar að því kæmi, þó svo að hann ætti eldri bróður. Já, var bara ekki mikið gagn í honum. Það virðist ekki vera þannig. Ég las byrjunna svona eiginlega alveg í gegn á sjálfsæfisönu. Hann talar ekkit mikið af hverju hann var valinn fram með bróður sinn og einmitt skrifar í sjálfsæfisönu að hann vissi ekki af hverju. Hann sagði þó svo að ég ætti eldri bróður. Já. Það er lína beint frá honum. En stuttu eftir að hann byrjaði að vinna hjá föður sínum er bróðir hans sendur að vinna hjá bakara í Lyon. Hann og bróðir hans voru nefnilega að stunda það að stela úr peningaskúffu foreldra þeirra. Að þessu sinni var bróðir hans gómaður við það að taka úr skúffunni og það leiðandi sendur í burtu. Ég skil. Þannig að já, þó sem að fær ekki mikla lýsingar af bróður hans að þá hefur hann ekkert verið frábær. Nei. En hann var síðan fljótlega að byrja að hanga með ósæmilegu fólki. Hann sjálfur eða bróðurinn? Já, sem sagt hann. Okay. Bróður hans bara út úr myndinni í okay. Og það fólk hjálpaði honum frekar að stela heldur en ekki. Það sem hann hafði ekki aðgang að peningaskúffunni að þá ákvað hann að stela silfurfati foreldra sinna. Hann seldi það síðan og var á 3 daga djammi þar sem hann snýr ekki heim. Á 3. degi var hann allt í einu handsamar af 2 gendarm og settur í steinin í 10 daga. Það sem hann hafði áhyggjur af með því að selja þetta silfur er að Vidocq stóð á hverju einasta silfurfati sem hann stal. Fjölskyldunafnið. Þannig að það tók ekki langan tíma fyrir fréttina að berast aftur heim. Þannig að hann var ekki beint skarpastinn hnífurinn í... Ekki á þessum tíma, nei. Þetta átti að kenna honum leksju, sem sagt að hendur í steinin. Þannig að faðir hans fekk sem sagt einhverja svona sjóndáms til að hendur í steinin í 10 daga. En þessi leksja dugði stutt og var hann brátt aftur komin í slæman félagskap. Grunaði það svo sem. Hann var orðinn mjög ósáttur við það að vera aldrei með neitt pening og er sannfærður af vini sínum, Poyon, að ræna foreldra sinna. Þau áttu ágætis pening sem eigendur bakarís, ekkert brjálað en rúmlega 1000 franka. Sem var mjög mikið á þessum tíma, sant? Á þessum tíma, já, 100%. Og það er cirka 775.000 íslenskar í dag. Einmitt. Þetta er alveg peningur, sko. Þetta er, já. Þau fengu einn kunningja til þess að segja móður hans, Vidocq, að hann væri í slag og væri að gera skandal í hinum enda á bænum. Hún hleypur af stað og þeir brjótu peningaskúffuna. Það er næstum 2000 frankar. Hann skipti því með vini sínum og hann flýr til Dunkirk til að komast til nýja heimsins. Hann lærði samt fljótlega að 1000 frankar voru ekki nóg til þess að koma honum til nýja heimsins. Nei, en hann er þá svona mjög snemma í því að vilja fara yfir. Þannig séð. Ekkert þannig samt, sko. Það var alveg nóga fólki og það var alltaf sigur innar að byrjaður og svona. En já, hann flakka á milli bæja í Norður-Fraklandi þar til hann endaði í Ostend í Belgíu. Endalaust að reyna að komast yfir. Þar hitt hann mann sem sagðist lítast vel á hann og vildi að hann inni á bátnum sínum og þar með gæti hann farið frítt til Ameríku, þannig sé. Já. Áður en að hann myndi byrja að vinna, þá bauði hann honum á stað þar sem fólki líkaði vel við Frakka. Þeir fóru á stað þar sem var vel tekið á móti og vingjarnlegar konur létu fara vel hann. Hann datt í lukkupottin, svo hann hélt. Daginn eftir vaknaði hann með mikinn hroll í líkamanum. Hann leit í kringu sig
í staðin fyrir þykkar gardínur frá kvöldinu áður að þá sá hann fullt af möstrum. Já. Þau hefðu byrlað honum, afklætt hann og skilið hann eftir út á bryggju. Og þá líka tekið allan peningin hans. Þau tóku allt nema nokkra krónur. Þar með var draumur hans nýja heiminn úti. Hann þurfti að finna einhverja vinnu og ákveður að gangast í farandsirkus. Þar var honum misþyrmt illilega, barinn reglulega og fekk bara afganga af mat. Hann leit hryllilega út undir lokin og þegar að fyrsta tækifæri gaf sig að þá flúðan. Það kom í formi hóp af brúðuleikurum, svona puppeteers. Já, það hljóma bara creepy. Já, 100%. Sérstaklega á þessum tíma. Já. Hálf illa gerðar. Nei. Það endi samt ekki lengi því að hann var alltaf að reyna við konu yfirmann síns. Þú ert bara alltaf að velja frábærasta fólki til þessu fjallum. Já, æðislegt fólk. Á endanum fekk hann tækifæri til að snúa aftur til Aga, sem hann og gerði. Hann fór aftur til foreldra sinna og móðir hans var ein að sjá bakari á þessari stundu. Hann henti sér á hnén og baðst fyrirgefningar. Hún þekkti hann varla fyrst þar sem útlitið hefði breyst svo mikið, en lét síðan eins og allt væri gleymt og grafið. Hún var mjög meðvirk kona. Faðir hans var síðan látið vita að hann væri kominn aftur og á endanum þá fyrirgaf hann honum. Ok, eftir hversu langa tíma? Eftir einhver ári eða? Nei, þetta var kannski nokkra daga eða eitthvað. Okay. Hann gengur síðan í herinn og tók þátt í sinni fyrstu orustu við Austurríki 1792. Og til að gefa smá sögulegt samhengi fyrir þá sem ekki frönsku byltinganöllar eins og við, þó svo að væri bylting í Frakklandi, alltaf farið til fjandans og fólk að missa höfuðið hægri vinstri, þá þurftu við samt sem áður að vera í stríði við Austurríki. Út af því að Maríandun eftir Austurrísk. Nefnilega. Og austurríska konungsfjölskyldan var ekki sátt með að eina þeim var fangelsuð. Af því að það er bróðurinnar sem er keisari. Já. Er ekki keisari í Austurríki hana? Jú. Eða konungur? Keisari. Já. En já, ég held að það verði ekki styttra yfirleitt þetta ótrúlega flókna pólitíska tímabil. Nei, við munum fara mjög náið út í það seinna. Já. En aftur að Vidocq. Hann tók þátt í nokkrum orustum, þar meðal Valmy, sem var mjög fræg orusta. Og var hækkaður tign í Grenadier. Grenadier. Er það sem eins og hérna lieutenant? Nei, það er ekki svo hátt. Ekki svo hátt? Nei. Er það eins og, hvað heitir það? Það er private, sem private, það er botnin, sko. Síðan er, held ég, officer eða eitthvað. Og ég held að þetta sé svona þar, þetta er allavega bara næsta tign við. Ok. Og finnst þú sér, ég veit hvað það er. Já, en síðan er þetta flókið líka út í að þetta er ekki sömu Nei, ég veit það, heiti og eru notuð þá í dag, sko. En já, eftir 6 mánuði í hernum þá var hann með orð á sér að hann væri kærulaus. Það endaði með því að hann hætti í fylkingunni eftir að hann var borinn fram fyrir herdóm fyrir það að berja hærra settan hermann. Já, hann sem sagt flúði. Hann fór síðan undir fölskunafni í aðra fylkingu. Það var fundið út hvað hefði gerst, en það var kafteinn sem kom honum til bjargar og allt var glemt og grafið. Ok. Hann fekk síðan byssukúlu í fótinn þegar hann var 18 ára og var sendur aftur til Ara, bara til að ná sér. Já, já. Þar byrjaði hann að koma sér í annars konar vandræði. Hann lenti nokkru sinnum í steininum fyrir hitt og þetta og þegar hann var ekki í fangaklefa þá var hann að gangast í herinn og yfirgefa hann með stuttu millibili. Topp náungi? Alveg topp, sko. Bara kremduleg krem, sko. Hann fann samt tíma fyrir djammið og var ofta að reyna við allt sem hræðist. Hann lenti stundum í bobba út af því og skoraði nokkra á hólm. Í einu í? Já, hann var fordæmdur fyrir það. Sem hefði komið honum í mikið klandur hefði mammans ekki skorist í leikinn. Og aftur smá sögulegt samengi að þetta er 1793 eða á fyrsta ári lýðveldisins sem er tímabil sem er þekkt sem Le Terreur eða hryllingurinn. Já, líka bara kaotíkin.
Þegar fyrrum nágranni hans, Robespierre, varð alveg vitlaus og þú gast verið hálsökun fyrir að þér eitthvað. Einmitt, hann var einstaklega heppinn að hafa lifað þetta af. Já, veistu. Þú veistu, því að fólk var drepið fyrir minna, sko. Já. Hann róaðist aðeins og gifti sig. Ok. Það endist ekki lengi þar sem að konan hans hélt fram hjá honum. Þau skildu og hann flúði herinn til Brussel. Að sjálfsög. Hann var síðan sendur í 3 mánaða fangelsi fyrir að berja hermann sem var að sofa hjá þáverandi kærustunars. Hvað í gangi? Já. Erum við í þætt af Bold and Beautiful eða? Það mæti alltaf það. En já, núna er þetta bara að byrja, sko. Þetta var allt í rauninni bara svona forveri af því sem mun komar. Þú virðist laðast að svona vesiniskallum. Það er eitthvað svona fyndi og svona áhugavert við það. Bara því þú ert vesiniskall. Það getur verið. Já. Ekki svona vesiniskall, við skulum taka undir það, sko, að ég hefur ekki að berja mann og annan, sko. Nei. Og ég hef ekki lent í fangilsi. Ekki enn. Hver veit. En já, í belgiska fangilsinu þá lærði hann með hjálp samfanga sinna skjalafölsun. Ég meina að sjálfsög, bætum því bara við listan. Já, ég meina af hverju ekki. Mjög hentugt. Já, eins og Mr. Bates. Já, akkurat, ég var þetta að hugsa það, sko. Þeir fölsuðu skjöl til að frelsa einn þeirra, en það komst upp þá og leyndist fangadölun hans. Það sjálfsögðu. Þar með ákvaðan að flýja. Nennir hann bara plýsa að hugsa lengra heldur en 1 skref fram í tíman. Nei. Hann komst í föt að fangaverði og einfaldlega labbaði út. Á næstu árum þá var hann endalaust að flýja og nást aftur, trekk í trekk. Einu sinni bjó hann til lykil úr gulrót. Í annað skipti þá grófu hann og samfangar hans göng sem lentu í á og flættu klefan þeirra. Þetta er rosalega dreift típa. Ef ég væri fangaverður væri ég bara þú aftur. Já, basically, sko. Hann var síðan dæmdur í nauðungavinnu á galeiðu í 8 ár. Það var bara svona, það átti að halda honum. Hingað og ekki Já. En hann komst í sjómannaföt og slapp aftur. Þetta er svona eins og Catch Me If You Can. Já, ég veit. Hann er Catch Me If You Can. Gekkja mynd bæði, ef þeir ekki búin að horfa á hana. Já, frábær, mælu með. Leo, bestur. Gekkja, Hanks. Eitt sinn slapp hann með því að klæða sig sem nunna. Og í eitt skipti það sem hann var laus, þá þóttist hann vera austurískur businessmaður tíma, svona til þess að bara vera eitthvað annar heldur en hann sjálfur. En það var tungumálið. Ég held að það þurfti ekkert, sko, ég held að þurfti bara reyminn. En það virkaði í smá tíma þangað til að einhver þekkt hann. Og já, þegar hann var dreginn fyrir dóm, þá komst í ljós að hann hefði verið dæmdur til dauða í fjarveru. Hann slapp með því að hoppa út gluggan út í á til þess að sleppa. Þú veist hvað næst, breytti hann sér í hund og þú veist, og pissa á okkur og labbaði í burtu eða hvað? Hvað er næst? Púffaðist hann í burtu eða? Hver veit? Hann var maður til að gerfa. Ég elskar að þú segir smákrimi. Hann var aldrei einhver stór krimi, sko. Hann gerði aldrei neitt. Nei, hann er bara síbrótamaður. Hann er síbrótamaður, já. Já, ég held að það sé meira heldur en smákrimi. Já, smákrimi er svona kannski brustin eins og tvisvar. Já, kannski. Þessi er bara með lögheimili sitt inn á fangelsi í staðin fyrir. Já, basically. Þú veist, hann er meira þar heldur en heimi á sér. Á þessi tímabili, já, 100%. Já. Hann kom sér síðan til Parísar með mömmu sinni sem var orðin ekkja á þessum tímapunkti og konu sem hét Annette sem hann treysti fyrir mjög miklu. Ok, en það var ekki konan hans? Nei. Hann var giftur annarri konu á þessum tíma en eftir að hann lenti í fangelsi þá skildum við hann. Skil það? Meina, fair enough. Þar samt í París virtist hann sjá aðeins að sér og vildi snúa öllu við. En að fortíðin leifði honum það ekki. Og einmitt, þetta er úr hans eigin sjálfsæfisögu. Já, en var það í rauninni fortíðin hans eða hans sjálfur að stoppa það? Í samkvæmt sjálfsæfisögunni þá er það fortíðin. Ég skil. Okay.
þú veist að í rauninni lögin leyfði honum ekki að gleyma því sem hefði gerst þó svo hann vildi það. Já, en hann var samt svo ofta og þú veist, Já. breytum nöfn og eitthvað. Já. Þú veist, ég skil hann alveg að því leiti ef hann ætlaði að vera reyna að snúa allir við, þá var kannski betra fyrir hann að breyta alveg um nafn og breyta alveg um ímynd. Já, er hann bara að byrja á með... Byrja á núli, skilur, en það var ekkert að ganga mjög mikið. Nei. Og einmitt, lögreglan myndi alltaf vera á eftir honum, það var bara þannig. Hann var síðan kúaður af fyrrum vinum sínum, sem sagt svona kremmavinum, til þess að taka þátt í nokkrum glæpum. Og eftir nokkur ára flótta þá var honum loksins náð. Hann hafi verið seldur í hendunar á löggunni af þeim sem hann var í slagi með á þeim tíma. En í staðin fyrir að fara aftur í fangelsi að þá bauð hann upp á að gerast uppljóstarar fyrir lögregluna. Það er líka bara furðulega algengt að fólk gerir það. Já, þetta var mjög algengt á þessum tíma. Já, og virðist eiginlega vera ennþá í dag og í svona allt. Já, samt ekki á allt annan hátt. Já, þetta er náttúrulega miklu strúktúrar í dag, en já, þetta var samt alveg mjög tíðkað á þessum tíma. Tíðkaðist mjög á þessum tíma, sorry. Hann sem sagt fékk fund með lögreglustjórunum í Lyon, þegar hann var sem sagt á því svæði, sem hét Monsieur Dubois, og sagðist geta fundið þá sem hann var í slagi með, sem voru eftirlýstir fyrir þó nokkra glæpi. Þetta var eiginlega, held ég, 5-6 manns sem var með. Bara svo lítið gengi. Já, og Monsieur Dubois, hann réttilega treysti honum ekki, það sem mitt vitandi söguna svo það. En hann sagði honum að hann væri treystandi. Og hann sagði að ef hann slippi á leið sinni aftur í fangelsið, að þá myndi hann skila sér rakleiðis aftur til Dubois. Og þetta gerðist nákvæmlega eins og hann sagði. Hann losnaði frá þeim sem héldu í hann, síðan hleypur hann rakleiðis aftur á Hôtel du Ville og á skrifstofu Dubois. Eftir það þá treysti Dubois honum. Ok, það þarf þó greinilega ekki mikið þannig að hann treysti fólki. Nei, en þú veist, þetta var svona smá svona gambit, þú veist, þetta var í rauninni hans eina svona leið til þess að geta snúið ykkur við. Já, ég veit, en samt bara svona... Já, en það var samt líka sín honum að hann er lúmskur með því að geta sloppið frá hann. Já, algjörlega. Þannig að... Þetta er furðulegt. Hann myndi ekki samfara mig á þessu einu. Nei, ég skil það vel. En, einmitt. Ég var bara eitthvað, ok, flottið þér, þú kannst sloppið aftur í handjótt með þið. Já. Skilur við, þú veist. En, já, þetta í rauninni reyndist mjög, þú veist, vel fyrir Dubois, út af því að hann náði öllum sem hann var í slæmi. Já. Og tóku alla niður og, þú veist, sumir af þeim voru, þú veist, eftirlýsti fyrir morð og eitthvað. Já, ok. Þannig að þetta var alveg ágætlega stór fengur sem hann Já, en þetta var samt stór áhætta, ég er að meina það. 100%. Út frá því er ekki alveg nógu ljóst nákvæmlega hvernig þetta gerist, en hann er síðan sendur í La Force fangelsið í París. Ok. Og sem sagt, hann er ennþá fangi. Já. Tæknilega, en er samt að vinna sem uppljóstrari. Og hann hafði verið að uppljóstra fyrir einmitt hann að lögreglunni í Lyon og var frekar góður í. Þannig að hann er sendur hana í La Force, sem er svona eitt af aðalfangelsunum hana á þessum tíma. Og einmitt byrjaði að gefa þeim upplýsingar bara flest alla sem hann þekkti, bara í gegnum tíðina, og hann þekkti mjög mikið af krimum í gegnum tíðina. Málega líka að hann var búin að eignast það mikið á óvinum gegnum glæpa heiminn, að hann vildi frekar vera réttu megin við lögin, frekar heldur en ekki, til þess að hafa smá svona buffer á milli hans og glæpamanna sem voru að reyna að drepa hann. Já, en raunin fáið það orðspor á sig að hann er ekki óhrættur við að taka fólk niður. Nei, einmitt. Þannig að hann allavega, hann var búinn að fá nefnilega gott orðspor á sig lögreglumegin þar. Já. En samt líka fangamegin. Hann náði að halda því. Þar sem hann var það þekktur fyrir að sleppa svona ítrekað. Það voru margir fangar sem vildi komast í mjúkin hjá honum. En þetta var svona smá dans á línunni. Já, og hann einmitt var einstaklega góður að vera trúnófélagi í samfangarsinu. Og einmitt þeir vildu einmitt segja honum meira og einmitt komast í mjúkin hjá honum, mögulega að læra eitthvað tricks. Og út frá þessum upplýsingum að þá fekk hann oft Annette, hann kona sem hann var með hann í París, til þess að elta grunað einstaklinga og síðan koma aftur í fangelsi og segja frá hvort eitthvað hafi gerst. Okay. Þannig að hún var hann fyrir hann út fyrir fangelsið í rauninni. Þetta gekk rosa vel
og náði hann að stoppa Aragróa af glæpum og ná fleiri glæpamönnum. Hún var síðan sleppt eftir 21 mánuð í La Force en til þess að viðhalda orðsporinu sínu þá var þetta látið líta út eins og hann hafi sloppið. Það mjög fyndið. Já. Þegar hann slapp innan gæsalappa þá fögnuðu allir fanganir. Þannig að hann var greinilega partur af þeim. Þeir höfðu ekki hugmynd að hann hafi verið uppljóstri í allan enn tíma. Nei, og þessi flótti hafi verið planaður af fangelsinu. Einmitt. Þetta er mjög fyndið. En eftir það að þá var hann að vinna fyrir lögregluna. Þetta er pínu erfitt að staðsetja allt þetta í tíma upp að 1811. Út af því að þegar maður er að lesa ævisögun hans þá gefur hann aldrei, ártöl sem er óþolandi. Þannig að eftir smá Google og rannsókna þá er þetta cirka 1809 sem hann sleppur, sem sagt úr fangelsi. Sleppur? Já. Já. Fake sleppur? Já. Og einmitt byrjar og vinnur fyrir lögregluna sem sagt í framhaldi af því. Og hann sökti sér ofan í undirheima Parísar til að afla sér upplýsingar fyrir lögguna. Hann fór í ýmis stuðlargerfi og kom sér í kynni við hinn og þessa glæpamenn. Og hann náði að gabba helling og kom mörgum í fangelsi. Þetta bara var ekkert gert á þessum tíma og fyrir þennan tíma. Þannig að hann er einn af þeim fyrstu til þess að virkilega gera eitthvað svona leyni og svona undercover. Ég ætla hann að það eru margir sem vilja meina að hann sé einn af þeim fyrstu til að gera þetta í lögregluskyni þar að segja. Já. En eins og segi, það er rosa lítið af heimildum eitthvað svona, þannig að maður veit ekki. En hann er allan að tala neittna svo fyrsti með þetta. Og einmitt, hann var fenginn 1811 til að skipuleika deild innan lögreglunar sem var með löggur í almennum fötum. Svona plain clothes. Já. Og þessi deild hét Brigade de Sûreté eða öryggisdeildin. Þú sagði sann Sûreté. Já, Sûreté, já. Þetta er bara gamaldags security. Já, eiginlega. Þetta er mjög líkt orð. Og hann Þetta Sûreté hljóma meira bara eins og eitthvað vissa. Já, einmitt. Og þetta er fyndið þetta er í rauninni sama orð og security. En þetta er í rauninni bara tengt öryggi. Já. Fyrir ekkar heldur en vissu. Sûr er að vera viss. Að vera viss. Einmitt. Tu sûr, ertu viss. Sem maður nota rosa mikið í daglegu tali. Já, algjörlega. En ég held að þetta sé eitt af þessum orðum sem er svona hybrid. Já, pínu. Einmitt. Þetta er ekki notað í dag. Nei, það er þá security. Já, einmitt. Sem er bara öryggi. Já, nefnilega. Þetta er bara eiginlega skrifa mjög svipað eins og ensku nema borið. Allt þessu fram. Einmitt. Þessi deild varð síðan sín eigin stofnun undir Napóleon og var skýrð Sûreté Nationale eða þjóðaröryggislögreglan. Og þetta var í raun rannsóknarlögregludeild og er talin vera svo fyrsta í heimi, samkvæmt mörgum. Eins og segi, maður veit ekki Nei, maður veit ekki hvað var skráð og hvað var ekki skráð og allt svona. En þetta allavega samkvæmt mjög mörgum heimildum er talið vera allavega í vestræna heiminum. Með þeim fyrstu? Já. Eða fyrsta? Fyrsta svona rannsóknarlögregludeild bara sem, allavega hvernig við þekkjum í dag. Allavega. Já. Og einmitt er þetta sagt vera forveri Scotland Yard og FBI. Þetta byrjaði með 8 fulltrúum en varð síðan að 28 árið 1824. Þetta voru flest allt fyrrum fangar og hann þjálfaði þá sjálfur í mjög brautryðjandi taktík fyrir tíma. Ég fann því miður ekki mikið hvernig taktík þetta var en ég veit að þeir fóru á óvenjulega staði í leita upplýsingum og notuðust í dulargervi eins og hann hefur verið að gera. Einmitt. Fulltrúinni myndi koma sér í mjúkin hjá fólki sem var að plana einhvers konar glæp og þeir tóku þátt nógu lengi til þess að geta komið upp alla sem við komum. Ein leiðin sem þeir notuðust við var að stinga upp á glæpum sjálfur og síðan handsama þá sem vil taka þátt í þeim. Sem er gráusvæði. Mjög gráusvæði, myndi aldrei vera
lyft í dag. Nei, En, það var einhver lögfræðingur búin að tala já. tala sér aðra. Já, það væri búið að löngu er að búið að loka þessu, sko. Og einmitt. Bara eitthvað, hei, herðu, ég er að pælja mér eitthvað, hver er með? Já. Ég skal alveg, handtekinn. Þetta er eins og segi. Já, en ég meina. Ég meina, fair enough, þeir eru að byrja á þessu. Já, það voru mjög margir sem voru ekkert mjög sáttir með þessa leið allavega innan lögreglunar. Þó svo að þeir gerðu ekkert í því fyrir utan að kvarta. En fljótlega byrjaði þeir að handsama 100 að glæpamönnum, allt frá vasaþjófum að fölsurum. Hann var svo góður í þessu að 1817 að þá var hann, sem sagt Vidocq, partur af 811 handtökum. Vá. Þessu er mjög mikið fyrir þennan tíma. Hann fekk mikla hilli fyrir framistöðu sína og fekk hann sama ár náðun fyrir skjalafalsið sem hann gerði 1795. En já, við erum að tala að hann dró glæpatíðni í París niður tæplega 40%. Það er mjög mikið. Mjög mikið. Þannig að þeir voru greinilega að gera eitthvað rétt. Það komið síðan nokkar breytingar upp úr 1820 og þá sérstaklega eftir að Karl X tók við sem kongur. Hann réð annan lögreglustjóra sem skipaði alla í lögreglunni að fara í messu. Já, þetta er eitt af þeim skiptum á þessum tíma í Frakklandi þar sem pendullinn fer mjög langt í eina átt og síðan mjög langt í gagnstæða átt. Ég líka því Frakkland er þarna ekki búið að vera rosa trúað land eða trúið þjóð. Nei. Í alveg svolítinn tíma. Og þegar ég segi þetta svona þá er ég að miða við eins og Ítalana og Spánverjana. Á þessum tíma er svona svipaðir og Bretarnir. Hvað kemur að trú? Miklu minna með fyrst. Já, ég veit, en ég er svona... En sko, ok, í mjög stöttu yfirferð. Sem fyrir samt meir út í byltingar þátturum okkar. Já, en náttúrulega kemur þetta laicité hjá í byltingunni, þar sem bara kirkjan kemur ekki nálægt neinu nema bara kirkjulegum hlutum. Já. Síðan kemur Napoleon og er svona pínu með kaþólsku kirkjuna. Já, en það bara, þetta er ekki efst á listanum. Nei, og við höfum heyrt hvað honum er í rauninu drullu saman kaþólsku kirkjuna áður með ránin á Píusi. Einmitt, og náttúrulega hann krýnir sjálfan sig, keisara. Já, sem er í rauninni sparki andliti fyrir kaþólsku kirkjuna. Já, því það er ekki beint upp á trúlegar ástæður að gera að hann geti segja keisara. Það er meira bara vald. Já, allt tengslu við vald. Já, það tengist trúni ekki. Nei, síðan eftir að hann fer og þá kemur Lúðvík XVIII aftur. Sem er aftur ekki það mikið tengt kirkjunni. Og hann... Þegar konungsveldi var ekki það samtvinna kirkjunni. Nei, ekki upp frá, eftir Lúðvík XIV. Nei, allan ekki eins og er á Spáni. Nei. Á sama tíma. Alls ekki, og hann vildi í rauninni bara svona viðhalda, ekki gera of mikið Lúðvík XVIII. Hann þorði ekki að gera neitt eða. Náttúrulega nýbúið að drepa bróður hans. Já, einmitt. Og mákonu. Já, en ég skil hann alveg að hann þorði ekki að gera mikið, sko. Nei. En síðan kemur Karl X og þá kemur aðeins svona harðari stjórn með honum. Og hann einmitt er pínu trúar og leifir svona lögreglu. Nei, hann var alls ekki vinsæll. Nei. Og já, þetta er mjög stutt yfirferð yfir mjög flókið tímabil. En nú aftur. Já, en ég var raunin bara frakkar og trú hefur raunin aldrei haldist þannig í hendur. Nei, bara... Hún er alltaf verið þarna, en hún er ekki aðal fókus menningarinnar. Nei, hún er mjög svona messy þegar kemur að trú. Hún er líka bara trú, hún er svolítið bara í skuggarum. Ekki alltaf. Nei, ekki alltaf, en einmitt. Hún er ekki það sem leiðir menninguna. Nei, ekki síðan held ég Lúðvík XIII tóku völd, sko. Þá hefur þetta ekki verið mjög mikið við, myndi ég segja. En hefur haldið áfram. Já. En þessi nýji lögreglustjóri var ekki nógu sáttur með Vidocq og kvartaði mjög yfir honum. Og árið 1827 fekk Vidocq svo harðorðað bréf að hann sagði upp störfum hjá lögreglunni og bara sagði að enginn af forverum þínum,
kvartaði núna kemur þú og kvartar svona harðvort og bara tjá. þannig að ég fann, þetta er ekki orðrétt Nei. en hann var mjög vel stæður og mjög hraustur fyrir 52 ára mann á þessum tíma og stofnaði pappírsversmiðu í Saint-Mandé þar sem hann réð einungis fyrir glæpafólk sem sagt bæði kalla og konur. Þar gaf hann þeim húsnæði og kendi þeim vinnuna en þetta endist ekki lengi þar sem að þetta var frekar mikill skandall að ráða svona fólk og var þann gjaldþrota út af þessu. En hann horfði á þannig að hann vildi reyna að snúa lífi fyrir fanga við alveg eins og hann snýri lífi sínu við. Ég veit það, en ég held að hann hafi raunin bara tekið ofstórt skref fyrir þann tíma sem hann var uppi á. Algjörlega. En hefði hann tekið þetta í minni skrefum, mögulega. Ég meina hann náði að koma því áfram að ráða fyrir fanga sem lögreglufulltrúa. Já, en þetta er kannski já. Aðeins stærra skref. Já, 100%. Sko. Og þetta er náttúrulega gæðlega að hugsa þetta í dag í rauninni, en á þessum tíma þá var allt tabú eiginlega. Já, 100%. Þannig að ef þú ætlar að gera eitthvað breytingu og sérstaklega bara með við tíman sem Frakkland er búið að fara í gegnum það sem eru skriljón breytingar fram og tilbaka og rauninu veit enginn hvað snýr upp niður þannig að ætlar að breyta eitthvað svona þá verður að gera það í rosalitlum bitum. Já, nefnilega. En eftir að Karl X þurfti að flýja 1830 þá tók hann aftur við La Sûreté í smá tíma. En eftir að fulltrúar hans þurfti að bæla niður mótmælendur og þá frekar harkalega árið 1832 þá sagði hann aftur af sér. Þannig er Napoleon III, eða ekki? Nei, þarna er Louis Philippe. Já, Louis Philippe, auðvitað. Já. Hún gleymir honum. Hann gleymist nefnilega. Hann gleymir svolítið. Og hann var kongur í, 17 ára eða eitthvað. Hann var alveg helviti lengi, sko. Áður en hann let sig hverfa líka. Já. Eða flúði. Já. En þetta leiddi til þess að hann stofnaði sína eigin einkaspæjarastofnun sem hét Le Bureau du Renseignement eða upplýsingaskrifstofan 1833. Þetta er viðurkennt sem fyrsta einkaspæjarastofnunin í heimi. Hún er 2 áratugum eldri heldur en Pinkerton einkaspæjarastofnunin. Okay. Ég trúi þessu alveg 100% og þetta er að stofna svona stofu, það er allt annað heldur en nefnilega. Þetta var mjög vinsæl stofa og báru þeir mikinn árangur en þetta endist ekki allt og lengi. Hann var ásakar af lögreglunni fyrir að halda manni í nauðungarvist fyrir að borga ekki skuld og sendur í fangelsi í nokkra mánuði. Heilsan hans hrörnaði á þessum tíma og þegar hann losnaði þá var hann nær gjaldþrota vegna lögfræðikostnaðar. Stofnunin var líka komin með svartan blett og enginn vildi koma nálægt þeim. Þetta var til þess að hann þurfti að loka skrifstofunni 1847. Hann átti síðan frekar strembin lokár. Þegar annað lýðveldi Frakka var stofnað 1848, eftir að Louis Philippe var hann, þá fór hann í forsetaframboð á móti Louis Napoleon Bonaparte. En hann tapaði þar sem hann fekk aðeins 1 atkvæði. Aðeins 1? Já. Það er mjög leðilegt, sko. Jú, bara 1? Af öllum? Já, ég held að það hafi verið Annette eða eitthvað. Nei, hún mátti ekki kjósa, hún kona. Já, djók. Hver var það svona gauð? Má kjósa fyrir sjálfan sig? Eða? Ég bara ekki, veit það ekki. Nei. En já, því miður. Hann lenti síðan aftur í fangelsi 1849 fyrir skjalafals. Hann endaði síðan á því að deyja í hálfgerðri samfélagslegri útlegð 1857 og þá var hann orðinn 81 árs. Ok, samt flottur aldur með mjög tíman og æfina. Þetta er magnað hann hafi lifað svona lengi, sko. En já, það er samt magnað hvað lífið hans hefur haft mikil áhrif á nútíman. Og við finnum ennþá fyrir þessu í dag. Já. Alveg eins og með, rannsóknar lögreglu störf, hann komi mjög brautryðjandi taktík sem er ennþá notuð í dag, náttúrulega uppfærð. Já, sjálfsögðu. Einkaspærastofnunir sem eru til ennþá í Bandaríkjunum í dag.
þekki ekki til í Evrópu eitthvað þannig en Nei, það er rúglega pottið eitthvað sem bara við vitum ekki af já, 100% á því við erum kannski ekki beint að leita að þessu heldur. Nei, nefnilega ekki en það er síðan annað sem hann hefur haft áhrif á það er í bókmenntum Balzac skrifaði mjög mikið með hann sem innblástur og það er eitt karakter sem heitir Le Vautrin hann kemur fyrst fram í Le Père Goriot eða Faðir Goriot og kemur í held ég 3 öðrum verkum sami karakter og er svona í rauninni svona hliðar karakter sem kemur alltaf við. Hann, sem sagt Vidocq er innblásturinn síðan fyrir Victor Hugo fyrir 2 karaktera í Les Misérables Er hann hvað heitir karakterinn? Hann gendarme, nei, hvað heitir hann? Hvað heitir aftur? Russell Crowe Nei, ekki Russell Crowe. Er hann stýrarinn sá karakter? Já, og Jean Valjean Jean Valjean, ég var að meina Já. Jean Valjean ég var búin að gleyma aðeins En já, ef maður horfir á ævina hans og ævi Jean Valjean Já, allavega svona fyrirpartinn það sem að Jean Valjean það er alveg líkar af vissu leyti mjög líkt það sem hann reynir að sleppa 5 sinnum eða eitthvað Já, og byrjar, það er mitt sínt hana sínt og er líka í bókinu allir þar sem hann er einmitt að stela og svo mikið í byrjun Já, og hann einmitt breytir síðan nafn og gerist mjög heiðalegu borgari Já, og einmitt reynir að snúa öllu við en næri ekki nei veistu, og lögin eru alltaf að eldan og síðan er sem sagt Javert sem er Russell Crowe hann einmitt er svona mjög mikill Reglukall reglukall og er alltaf að reyna að ná glæpamönnum Og sérstaklega honum. Já, af því að hann nær aldrei honum nefnilega og einmitt, mér finnst þetta bara mjög áhugavert að Já. sjá að hann hafi verið innblásturinn fyrir þetta Algjörlega en síðan í rauninni frægasta dæmið, það sem hann hefur verið innblástur fyrir er Monsieur Lecoq eftir Émile Gaboriau þekki hann allir eða ekki Alveg Já. En sem sagt, þetta var skrifað í svona tímaritt, svona sögur sem var gert mikið á þeim tíma Já, og sem sagt Monsieur Lecoq er innblástur fyrir sem sagt var Vidocq var innblástur fyrir Monsieur Lecoq og var svona fyrsti svona rannsóknarlögreglumæður sem notaði svona vísindalegar aðferðir til þess að ná glæpamönnum. svo eins og Poirot Já, af miklu leyti. Og það er mjög líklegt að Arthur Conan Doyle hafi fengið innblástur frá Monsieur Lecoq og búið til Sherlock Holmes. Og þannig að í rauninni óbeint að þá er Vidocq innblástur fyrir Sherlock Holmes. Já, en samt ekki staðfest Minnir að það er svona hálfstaðfest. Ok, Þannig að, já, og einmitt, síðan kemur hann, og það sem ég heyrði fyrst á honum var í Assassin's Creed Unity, þar sem að hann er í leiknum. Já, þetta er ekki rétt að hann sé það nóti, þetta gerist í París og hann er ekki í París fyrir en, 1800 og eitthvað. einmitt Þannig að Stemmir ekki alveg stemmir ekki, en það er allavega gaman að sjá hann, sko. Algjörlega, En já, þetta er svona allt sem ég hef að segja um, þetta er hann já, Vidocq, félag okkar. En já, það var bara, Þá takk fyrir að hlusta já, takk fyrir í dag. og við heyrumst Já.